Flugakademía Keilisa Ásbrú vex hratt. Flugvélaflotinn telur 7 flugvélar en nýverið bættist glæsilegur flughermir í flotann. Þar hægt að fljúga í öllum veðrum og við kíktum þangað. Flugnámið hefur vaxið skart hjá okkur, en hvernig hafið þið brugðist við því? Já, við höfum verið þeirra gæfa notandi að markaðsvinnan okkar hefur gengið mjög vel og við höfum verið að fjölga flugvélum. Við keyptum 3 nýjar flugvélar á síðasta ári, 2014 og tókum þær í rekstri frá júní og fram í október. En til viðbótar því að þá fjárfestum við í nýjum Redbird flughermi sem við sjáum fyrir aftan okkur. Og það er til að mæta þeim öra vexti sem við höfum verið að uppskera í markaðssetningu og auknu áhuga á flugi á Íslandi og erlendis. Og þessi flughermir, hann er keyptur með það markmiði að tryggja það að nemendur okkar hafa greiðar aðgang að flugþjálfun, sama hvernig viðrar meðal annars. Hverju mun þessi hermir breyta fyrir ykkur? Hermirinn, hann mun gefa okkur færi á því að búa til betri flugmenn í fyrsta lagi. Það er grunnhugsunin að við munum geta veitt nemendum betri þjónustu í flugi og áður en við hleypum í flugvélarnar þá getum við veitt þeim betri þjónustu og betri þjálfun. En þar að auki að þá munum við taka í hverri þjálfun til atvinnuflugnáms munum hver nemandi taka að lágmarki 35 tíma sem hann fær skráða í skírteini sitt í flugherminum. Og þannig að hver og einn nemandi sem er að fljúga hjá okkur, hann flýgur flugvélum og svo þessum flughermi sem telur til námsins. Hvaðan eru ykkar nemendur að koma? Já, við erum náttúrulega með nóga Íslendingum og mikill áhuga á Íslandi fyrir okkar flugnámi og við höfum verið að vinna markvisst í markaðssetningu í Skandinavíu þá sérstaklega. Þannig að þeir sem eru í fullu atvinnuflugnámi hjá okkur, þetta eru ýmist Íslendingar og Skandinavar á stóra hluta. Hvað eru margir nemendur þessa stundina? Við erum með 58 nemendur í fullu atvinnuflugnámi núna sem eru í bóklegu námi þessa stundina og við erum með tæplega 200 manns sem eru á einhverju stigi í atvinnuflugnámi hjá okkur. Hvernig fer þetta nám fram? Þetta skiptist í bóklegt og verklegt nám. Við erum með nám sem er svo þekkist og hefur þekkst að menn byrja að taka einkaflugnám og svo fara þær í ATPL atvinnuflugnámið og svo stig á stigi. Það er þetta nám sem fólk þekkir og er þetta hefðbundna íslenska flugnám sem menn hafa farið í gegnum hér á Íslandi. En síðastliðið sumar þá kynntum við til leiks svokallað samtvinnað flugnám sem menn þekkja undir nafninu Integrated flugnám sem er atvinnuflugnám þar sem við byrjar með enga flugreynslu að þekkingu, byrja bara á nulli og ferð bara í skóla og tekur þetta nám eins og hvað annað nám. Og það hefur bara verið mjög vinsælt og sérstaklega erlendis. Þetta er raunverulega nám sem er orðið mjög þekkt og mikið valið í Bretlandi og annars staðar í Evrópu og við tókum þetta upp núna í haust. Það er svolítið sérstök saga á bakvið það hvernig þið komust yfir þennan flughermi. Já, við náttúrulega fórum að stúana eða leita að flughermi og það var nú þannig að það voru ýmsu að velja og við vorum að reyna að finna svona tæki sem hentaði og væri samþykkt sem buddan leyfði og við Friðrik Ólafsson, yfirkennari okkur í bóklögudeildinni, okkur er boðið til Seattle og þar fyrir að heimsækja skóla sem heitir Green River College og þeir eru mjög sterkir í flugumferðarstjórnarþjálfun og þegar við komum þangað þá sáum við að þeir voru með ekki einn, heldur voru með 8 flugherma þessari tegund og þá sögum við okkur getum við ekki skoðað þetta líka og þannig byrjaði nú boltinn að rúlla. Þetta er ekkert fullkomnasti flughermir á svæðinu en þetta er flughermir sem gerir sitt gagn. Hann er samþykktur af flugmálayfirvöldum í Evrópu í EASA, hann er notaður mjög víða í Evrópu en hann er til dæmis nýkominn á markaðinn og hann er raunverulega hugsaður með það markmiðið að veita flugmönnum ákveðin réttindi en þá helst á öllu að gera flugmenn að betri flugmönnum og þess vegna völdum við þennan hermi. Það hefur ekkert verið neitt sérstakt flugveður síðustu vikurnar, er þá ekki hermirinn bara umsetinn? Jó, núna erum við nýlega búin að fá herminn samþykktan við EASA. Ég vildi við hefðum verið svona 3 mánuðum fyrr, þá hefðu við getað verið. En hann hefur verið notað núna, en hugmyndafræðin snýst ákvört það að þegar veðrið er eins og það að þá myndu nemendurnir að vera í staðinn fyrir flugvélunum. Og við fengum samþykktina þeir löku störfum í byrjun janúar og það fóru þannig nokkrar vikur eftir að finna út og klára okkar pappírsunum með flugmálayfirvöldum. Þannig að nú er hann að detta í gagnið að vera orðin fullkomlega löglegur til þess að geta notað hann til tímatalningar fyrir nemendur.
Og verður þessu apparati flogið allan sólarhringinn? Já, miðað við þann nemendafjölda sem við erum með núna, þá erum við bara að fara að fljúga honum 1800 tíma á þessu ári.